Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þóran Hjartarson, ég er ekki alveg búinn að gera upp hugmynd hvort að þetta verði Pæling dagsins eða hvort þetta verður ein pæling live. Ég er ekki búinn að gera upp hugmynd, ég muni reyndar alveg sama hvort það verður en ég ákveð það svo sem síðar. Ég ætlaði náttúrulega að vera að senda þetta út live en ég mun birta þetta strax núna á YouTube. Ástæðan fyrir því aðeins fyrir á ferðinni, það er að segja, klukkan er ekki orðin 10, hún er 9 núna þegar ég er að taka upp, en ég ætla að reyna að gefa þetta út núna bara strax klukkan 9. Þetta verða sérst live þættir þar sem að ég mun ræða bara daginn og veginn. Ég er búinn að græja símanúmer út af því að mig langar að hafa þetta þannig að það verði símatími. Hversu stór hlutdeild hann verður ger ég mér ekki alveg grein fyrir, en mér langar að hafa þetta þannig að ég sé að taka upp og líka taka við símtölum til að spjalla við fólkum bara daginn og veginn og kannski þær fréttir sem að ég er að bladra ástæðan fyrir því að ég er ekki live núna er út af því að internettengingin sem að ég er sérstætt með er ekki alveg nóg hröð. Ég lenti í smá basli núna síðast að þegar ég var að reyna að gera þetta live núna síðast þá var aðeins högt á því og þurfti að gefa út í svona lélegri gæðum. Ég hélt ég væri búinn að græja það með beini en internettengingin er ekki alveg eins og ég myndi vilja hafa hana, þannig að á föstudaginn 1. maí að þá ætla ég að vera búinn að græja þetta og vera með þátt, og þetta verður svo klukkan 10 á föstudögum þar sem að ég ætla að vera með þessa þætti. Allavega sem stendur þá er það skipulagið, en eins og ég er búinn að ræða við ykkur svo oft þá hef ég svona hugað því að taka ykkur svona með í alls konar tilraunaferðir. Ég vil ekkert hafa þetta einhvern veginn í föstum skorðum. Mér líður best þannig að hafa þetta ekki í föstum skorðum, þannig að ef ég breyti eitthvað til eða gera eitthvað öðruvísi að þá takið þið bara þátt í því með mér og fá það að fylgjast með því. En ég er búinn að skipuleggja, og eins og þið sjáið ég er að gera þetta þannig að ég er að taka upp í gegnum streymisveituna, en svo í kjölfarið mun ég náttúrulega senda út live, þannig að ég er núna líka að æfa mig í því að vera live og því takk ég bara svolítið þátt í þessu tilraunaverkefni með mér. En ég er búinn að taka saman það var svona ýmislegt sem að mig langar að ræða. Ég veit ekki hvort ég ræða allt. Ég er búinn að skrifa niður fréttir í Morgunblaðinu sem að Baldur Arnarsson var með, sem að mér þótti svolítið merkileg. Ég vil ekki vera að varpa náttúrulega Morgunblaðinu í heild sinni upp á skjáin, þannig að ég ætla að lesa þetta bara upp fyrir ykkur. Það var mjög áhugaverð frétt við hann heitir Tryggvi Þór Herbertsson og hann er stjórnarformaður Queer Iceland H2, ekki Queer Iceland, þetta er ekki einhver LGBT samtök, þetta er QAER Iceland H2. Ég veit ekki alveg hvað Queer Iceland gerir. Ég á örugglega að vita það. Ég hef séð hann Tryggva áður, en hann er í viðtali við Baldur Arnarsson sem er mjög góður blaðamaður er varðar ýmislegt svona viðskiptatengt, og hann skrifar segir að hann segir að orkukreppu vera hafna í Asíu og hærra orkuverð muni ógna lífsviðurværi tugmilljóna og ferðaþjónustu í fjölmennum ríkjum. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að ég veit ekki alveg út af því ég var að fjalla það núna í síðasta þætti, að þá hefur ríkisstjórnin náttúrulega sett á laggirnar hvað var það svona atvinnustefnu, og ég er að fara að fá Hörð Ægisson og Konráð Guðjónsson eftir til að sem þetta ræða stöðu efnahagsmála. En það sem að mér þykir ótrúlega skrítið mér finnst þetta frábært að sé atvinnustefna, þau hrósa happ yfir því að það sé í fyrsta skipti einhver svona heildstæð stefna sem að ég náttúrulega fór yfir í síðasta þætti. Hún er allavega hana, en það sem að mér þótti bara mjög sérstakt var að já, ég er alveg sammála því að það er gott að hafa plön fram í tíman, en aftur á móti að það voru svo margar breytur
einhvern veginn í alveg svona háa loft varðar þessi mál og mér þykir alveg ótrúlega skrítið að ríkisstjórnin sé að setja þetta á laggirnar núna þegar að við erum með, eins og ég fór yfir, forsendur kjarasamninga eru augljóslega brostnar, þannig að það mun setja allt í háa loft. Evrópusambandið, hvort ætlum við að fara þar inn eða ekki, það verður náttúrulega ákveðið 29. ágúst þegar við förum í það sem að mig langar að kalla aðlögunarviðræður. Það er sérstakt að ég var að ræða við einn í gær sem að sagði að hann bara, af hverju ekki kíkja í pakkan? Ég meina, það eitthvað sem engin aðlögun sem fer að staði í kjölfarið. Það einfaldlega ekki alveg rétt. Og svo eru sveitarstjórnarkosningar sem að verða líka áhugaverðar varðar það hvernig atvinnulífið mun þróast á hinum opinbera markaði hjá Reykjavíkurborg og öðrum smærri sveitarfélögum. Þannig að atvinnustefna, já, það gott að vera með atvinnustefnu en svo aftur á móti þá kannski reiknaðar þar inn forsendur sem að mun ekkert alveg halda vatni. En aftur að þessari frétt, hann sko segir hérna ráða illa við hærra verð. Þegar að kreppir svona að í framboð á olíu og gasi bitnar það oft hart á ríkjum sem háð innflutningi á olíu, ekki síst fátækari ríkjunum sem ráða illa við mikla verðbreytingar og hafa takmarkaðar varabirgðir á olíuvörum, segir Tryggvi Þór. Við það bætist að mörg fjölmenn ríki Asíu ekki komin á sama stað og til dæmis Vesturlönd og Kína í þróun á endurnýjanlegum orkugjöfum. Þegar orkuverðið hækkar svona mikið hefur það því gríðarlega áhrif í þessum löndum. Og það sem líka sérstakt og hann náttúrulega kemur inn á það núna í þessari frétt örlítið síðar að þetta hefur náttúrulega bein áhrif á okkur líka. Þar sem að við erum að bítast aðföng og aðfangakeðjur í sjálfu sér sem að reiða sig alfarið á olíu, sem að þýðir það að við munum búa við lakari lífskjör. Þegar að lífskjör súrna í Asíu að þá leiðir það náttúrulega til hærra vöruverðs fyrir okkur líka. Gervigreindin náttúrulega líka önnur risastór breyta í þessu, hvort að hún muni koma til með að létta á þessu álagi. Örugglega ekki strax, örugglega ekki í svona algeri eða svona nálægri framtíð. Við hefum náttúrulega átt að, eins og ég búin að segja svo oft, hleypa Heiðari Guðjónssyni á Drekasvæðið og nei, hann ekkert að borga mig fyrir að segja þetta, þó þú ættir náttúrulega að gera, Heiðar, ég veit þú ert að hlusta, en hann ætti náttúrulega að borga mig fyrir það að vera að halda þessu á lofti. Nei, ég segi svona, en sko bara út af því að ef við hugsum bara lífskjör næstu 3 kynslóða, löngu eftir að maður sjálfur farin hérna, að þá mun sko olía ekkert hverfa á braut á næstunni og óháð því hvort hún muni verða minni í umsvifum, að þá breytir það því ekki að það að ganga alveg ótrúlega hægt. Ég man ekki, ég held að sko í Kína hafi þetta farið niður úr 82% í 78% af sinni orkunýtingu, þrátt fyrir það að segja að jarðefnaeldsneyti hafi verið, með minnir að ég sé að fara með töluna rétt, 82% og þeir hafa farið niður í 78 eða 76% á undanförnum árum, þrátt fyrir það að vera algerlega leiðandi í öllu sem að við kemur að endurnýjanlegri orku. Í Þýskalandi voru tölunar eitthvað álíka, þeir voru gríðarlega mikið að reiða sig á olíu og eru komnir eitthvað örlítið neðar, en við erum að tala breytingu sem að sko að hámarki minni mig 12% af heildar orkunýtingu hjá þeim löndum sem hafa gengið hvað lengst, og ég ætla að koma betur inn á þetta á eftir. En eins og ég segi að þegar við erum að tala endurnýjanlega orku, þegar við erum að tala nú eru loftslagsaðgerðirnar sinnar, að tala náttúrulega umhverfisvernd fyrst og fremst, sem hefur náttúrulega verið stórkostlega skrítið sko, að umhverfisinnar tala gegn því að við séum að auka við endurnýjanlega orku, það að segja orkuöflun, en vilja samt sem áður líka einhvern veginn takast á við loftslagsvandann. Þetta eitthvað svona, já, þetta fer náttúrulega þvert gegn hvort öðru, en samt sem áður þessu haldið á lofti samtímis af ýmsum aðilum. Ég mjög hrifinn af því að við aukum við endurnýjanlega orku. Ég mjög hrifinn af því að við séum að bæta okkar getu til þess að takast á við ýmiss konar vandamál, og náttúrulega ekki bara vandamál, þetta líka bara eftirspurn almennings eftir lífsgæðum. Ég vil alveg að það sé á endurnýjanlegum orkugjöfum,
en hins vegar erum við algerlega að gera grín að okkur ef við teljum til dæmis að sá skipafloti sem að er núna að koma með allar þessar vörur til okkar, að þeir verði alfarið sko á endurnýjanlegum orkugjöfum. Það er sko framtíð sem að er svo órafjarri að það er eiginlega bara ekkert hægt að lýsa því. Svona Waffle CC, svona risastór, ég held að sé engin fá þannig sem að koma til Íslands. Þá er þetta þessi svona langstærstu skip, langstærstu skipin sem eru að fara með þessa gáma. Ég veit ekki hvort það séu mörg sem koma hérna þannig til Íslands. Ég held að þau séu svona þessi Waffle C eða svona þessi meðalstóru. Heitir þetta ekki Waffle C, minni það. Allavega, hérna flugferðir verða dýrari, skrifar hérna, er sagt í viðtalinu við Tryggva. Svo er það ferðaþjónustan. Mörg þessara ríkja, til dæmis Tæland, reiða sig á ferðaþjónustu, en þau hafa ódýrt vinnuafl og eru því mjög samkeppnishæf. Mun ferðaþjónustan verða fyrir miklu höggi hér á landi, gerir ég ráð fyrir hann sé að spyrja. Verður minna framboð af flugi og dýrar að fljúga? Og þessu svarar Tryggvi. Baldur er að spyrja þessu spurninga. Það er nú þegar búið að aflýsa 1000 flugferða, jafnvel 20.000. Flugmiðarnir verða mun dýrari þegar það dregst svona saman og þá verður ekkert þá verða jafnvel flugfélagin sem eru kannski ekkert ofburðug, sérstaklega í fátækari löndum, einfaldlega sem að fara á hausinn, sem bitnar aftur á ferðaþjónustunni og fyrir vikið skreppur sá geri gríðarlega saman. Fyrir utan stríðið skapar það mikið óöryggi, þannig að ferðamenn fara ekki til þessara landa, einfaldlega vegna þess að það er ekki hægt, þeir telja það ekki vera óhætt. Hann er, eins og segi, hann er að tala náttúrulega ferðaþjónustuna erlendis, en það er að segja í þessum fátækari ríkjum sem þessi Tælandi, sem reyndar er frábært að heimsækja, eins og Víetnam og fleira, en það er bara, þú veist, all þessi efnahags, þegar það kreppir svona að það mun það líka hafa áhrif á okkur. Og sko, hann talar líka hérna að hnattvæðingin sé að ganga tilbaka, það mun hafa beinar afleiðingar á okkur, varðar bara lífsgæði, vörur og fleira. Að einhverju leyti er ég svona smá spenntur fyrir því, ég ætla ekki að segja eitthvað spenntur fyrir því að lífskjörum muni koma til með að rýrna, en að við þurfum svona svolítið að takast á við okkar vandamál sjálf. Við höfum búið í og gerum reyndar enn í einhverjum Disney heimi þar sem að við höfum geta verið einhvern veginn að klappa okkur að baki fyrir það að vera góðar manneskjur, fyrir það að vera svona að segja ýmsa hluti, bara svona að segjast, vera rosalega hlynt einhverjum svona hópum og við erum rosalega einhvern veginn að flokka og þetta dót, en við þurfum ekki að takast á við neina af þeim vandamálum sem að flestir aðrir, bæði hér á landi í gennum tíðina, hafa þurft að takast á við, en fólk þarf enn þann dag í dag að takast á við hérna. Talandi Heiðar Guðjónsson, ég man eftir í viðtali fyrir svona 4 árum þegar ég talaði við hann, þá var hann að tala það að matarkostnaður væri 15% af ráðstöfunartekjum á Vesturlöndum svona almennt séð. Það hefur náttúrulega komið til með að hækka. Ég var að sjá okkur myndband af einhver stelpa sem að benda það að hún fór í bónus eða eitthvað og verslaði eitthvað smotteri og þurfti að borga 82.000 krónur og talaði svo bara, hvað er í gangi hérna, hvað er eiginlega að gerast? Það sem er að gerast er að við erum búin að vera að rýra okkar lífskjör með bæði aumingjaskap í gegnum kulnun, við erum búin að vera að rýra lífskjör okkar í gegnum orkumálin, við erum búin að vera bara með því að minnka dugnað elju og vinnusemi, að þá náttúrulega höfum við bara verið að sópa svolítið þeim lífskjörum sem að við höfum verið að byggja hérna upp, það er að segja þær kynslóðir sem að koma hérna undan, við höfum verið að sópa þeim bara einhvern veginn, ekki eins og undir teppið sko, þetta er ekkert auðsækjanlegt aftur, við höfum bara verið einhvern veginn að sópa þeim frá okkur. Ég er svolítið spenntur fyrir því sko, að þurfa að takast á þennan veruleika. Ég var að tala við Vífil Karlsson sem er hérna prófessor við Bifröst, eða allavega kennari, og hann er að rannsaka svona ýmis mál og við fórum tókum svona hliðarskref frá því út af því að hann er sérfræðingur í húsnæðismálum og svona fæðingatíðni, þar sem við vorum að skoða þau mál, hvaða áhrif húsnæðisverð hefur á fæðingatíðni, og ég mæli eindregið með að kíkja á þann þátt. En hann benti á svolítið góðan punkt sko, að hann sagði, þú veist, ég ætla skrítið sko, við erum að koma, ég er á kynslóð þar sem við vorum byrjuð að vinna 11 ára
og við vorum bara þurftum að beita ákveðinni þrautseigju til þess að bara takast á við lífslaupið. En í dag sko ASÍ mætt sko ef einhver 16 ára og að vinna í einhverju starfi sem hann telst eitthvað ekki henta 16 ára krökkum. Þú veist, þetta var ekkert í boði áður. Þannig að á í rauninni einni kynslóð höfum við farið í þessa átt að við erum alfarið farin að sko, og kannski ég ekki að tala einhvern svona að rómantinsera einhver veruleika þar sem að einhver stromp strákur að klifra upp og niður einhvern stromp til þess að þrífa hann, þú veist, 8 ára eða eitthvað. Ég ekki að tala þann veruleika, ég hins vegar að segja að vinnan göfgar mannin og núna erum við með bara svo veist, 28 ára unga börn sem að eru í einhverju oft á tíðum dellunámi sem að og kvarta svo yfir því að fá ekki nægilega mikið í lán frá úr almennum sjóðum til þess að sinna þessu námi sem að verður svona ólíklega til samfélaginu til framdráttar. Vælir yfir því að það sé svo ómögulegt að þau fá ekki þetta upp í hendurnar og fara svo í viðtala sem við kvart yfir því hvað erfitt að komast inn á húsnæðismarkaðinn á meðan þau eru að fara allar helgar á Sushi Social í einhverja drykki. Það fór enginn ekki einu sinni hjá minni kynslóð sko, eða þú veist, kynslóð. Þetta eru örugglega sömu kynslóðunar. Þegar ég var í kringum 20, mann datt ekkert í hug að fara á Sushi Social og fá sér drykki. Ég að sjá 16 ára krakka sem eru að fara á Sushi Social að fá sér drykki. Kvart á sig yfir því að eignast ekki húsnæði. Og til þess að takast á við þennan veruleika þá var alltaf komið svona hvernig komum við til móts við unga fólki. Það er ekki bara unga fólki að fara að koma til móts við sjálf sig. Það er ekki unga fólki bara aðeins að fara að rífa sig í gang og hætta að væla yfir því að fá ekki húsnæði þegar það er ekki eins og tilbúið til þess að vinna og fara á Sushi Social helgar og fara svo flöskuborð og eitthvað þannig. Við búum bara í veruleika þar sem að við erum með svona 25 ára unga börn sem að kvarta yfir öllu og væla en er ekki tilbúin til þess að leggja neitt sjálf á sig. Þannig að ég og ég eins og segi, þetta er ekki algilt út af því ég hef mikla trú á þessum ungu krökkum en það þarf samt líka að vera ákveðið svona samfélagslegt algrími þar sem að þeim sagt nákvæmlega þetta að til þess að hafa eitthvað upp úr lífinu þá þarf þú bara að vinna fyrir því. Það er ekkert flóknar en það. Ef þú leggur inn 16 tíma á dag í það að vinna að einhverju mjög sérhæfðu þá verður eftirspurn eftir þínu framlagi. Og tala nú ekki núna þegar gervigreindin hefur bæði sko, svona flett út allt sem að við kemur svona sérhæfingu. Þú getur sótt þér ótrúlega sérhæfingu gegnum gervigreindina þannig að það er auðveldara fyrir þig að trana þig frammi. En það breytir því samt ekki að það verður erfitt út af því að það verður alltaf erfitt út af því að þú þarft að leggja eitthvað á þig. Og ef þú leggur eitthvað á þig og tala nú ekki að þú leggur meira á þig heldur en aðrir að þá munt þú alltaf uppskera ríkulega. Ég lofa þér því. Það er ekki þannig eitthvað, lífið er svo ósanngjarnt, hvað er þetta húsnæði? Kanntu að búa til húsnæði? Nei, þá getur ekki vælt yfir því að aðrir sé ekki tilbúin til þess að niðurgreiða húsnæði fyrir þig. Þú þarft að bara að sinna ákveðinni þjónustu eða búa til ákveðna vöru eða gera eitthvað við þitt líf. Þannig að það er eftirspurn eftir þínu framlagi, þú fær það í skiptum fyrir fjármagn sem að þú getur svo skipt yfir í húsnæði frá einhverjum sem er búin að sérhæfa sig nákvæmlega í því að byggja sem best á húsnæði. Þetta er ekkert flóknara en það. En aftur á móti, ég er svona, þú veist, ég er tvístígandi með þetta út af því að þegar við erum til dæmis að tala um húsnæðismarkaðinn þá þrátt fyrir það að ég þoli ekki þennan vælutón að þá breytir að því ekki að það er sannleikskorn þannig á milli. Sigurður Stefánsson hefur sagt einmitt að við höfum svolítið kastað ungu fólki undir vagnin varðar húsnæðismál og ég er sammála því sko ég ætla að fletta þessu upp Stefánsson unga fólki ég er að googla þetta er sko já núna þetta er frétt frá 2018 nei þetta er ekki það allavega, ég nenni ekki að finna þetta hann allavega tala um það að við erum búin að gefast upp á ungu fólki og unga fólkið þá búið að gefast upp á móti þetta er svolítið svona ekki hænan umræða en hann aftur á móti bendir á það að með opinber gjöld og fleira sem að svona stendur
verktökum fyrir þrifum að þá augljóst að það verði töluvert erfiðara fyrir ungt fólk að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Björg Magnúsdóttir sem er núna oddviti Viðreisnar í borginni, hún talaði einmitt þetta, sagði það svona í hálfkveðnum vísum, hún að koma hérna eftir einhverja 10 daga sem við ætlum einmitt að ræða þessi mál, en hún einmitt benti á það að það sem hefði verið sko innheimt inn í innviðagjöld hefði ekkert farið í það að búa til innviði. Og þetta eitthvað sem ég hef ekki lagst yfir, en ég hef aftur á móti heyrt þetta frá ýmsum aðilum þar sem þeir að benda á það að það svona ýmislegt sem hefur misfarist varðar svona gjaldinnheimtu á húsnæði. Og Gylfi hérna hjá Jáverk, stóluðu mér hver sonur hann hefur einmitt bent á það að sko 30% af því sem að verktakar þurfa að greiða sko nánast áður en að það getur ekki verið að sé áður, en það allavega, jú, það var áður en að framkvæmdir hefjast fara, þá það 300.000 krónur komin á fermetrinn og það 30%, segjum svo að fermetrinn sé á 1.000.000, að þá ertu komið með 300.000 krónur áður en þú byrjar að byggja húsnæði. Og svo erum við hérna að tala það, nei, við leysum þetta með því að moka þessu inn á hérna í einhverju svona batteri eins og Bjarg og annað þar sem að þeir fá sérdíla þrátt fyrir það hérna að vera óhagnaðardrifin og samt eru þau með einhverja milljarða í hagnað. Við erum í einhverjum svona gölnum veruleika og ég ætla að finna hérna, það var eitt, já, þið sjáu hérna, þá Ragnar Þór að sýna hérna og þetta ég birti þetta á Twitter, mér fannst þetta að vera svo mikið trúða mál. Hann skrifar hérna, við erum að byggja of dýrar íbúðir, fjöldi íbúða á sölu í hæstu hæðum en það sem í boði hentar ekki þeim sem vilja kaupa. Af hverju skildi það nú vera? Af hverju ekki markaðurinn aðsniðinn að því sem að vilja kaupa? Það út af því að það búið að fara í þessa sérúrræði með hálft bílastæði á hverja íbúð, einhver svona algerlega galið social engineering della sem búin að eiga sér stað, því að verktakarnir, þeir vilja greiða þetta út, þeir vilja að þetta sé fyrir hendi og þeir eru ekki að fara að byggja til þess að tapa því. En aftur á móti þá búið að stilla upp þessum social engineering breytum þannig að þeir komast ekki upp með neitt annað. Og hérna, já, húsnæðismálaráðherra segir vandan margþættan en augljóst sé ekki verið að byggja inn í þá eftirspurn sem á markaði. No shit! Hvað meinarðu? En þú búin að vera helst í því að vera að moka þessu batteri eins og Bjarg og fleira og ég gerði hérna meme, þetta hérna svarti gaurinn sem að skjóta gaurinn í stólnum og hérna kvarta svo yfir því, þetta hérna meme sem mjög oft nota og hérna verktakarnir eins og við sjáum og ég skrifa hérna afnám virðisaukaafsláttar þegar maður var náttúrulega algjörlega galið, það reyndist mjög vel, það var gert fyrir COVID en aukið svo aftur í COVID að afsláttur var gefinn á vaski við uppbyggingu, allavega vaski á sko vinnuafli sem að leiddi til þess að það var töluvert meira byggt. 30% byggingakostnaðar hérna opinber gjöld eins og ég var að tala sem að ég fara ekki í þá innviðu uppbyggingu sem að okkur selt á að gera. En svo það félagsleg úrræði fyrir hérna að fá niðurgreiðslu. Og það sem mikilvægt líka að pæli að þegar við erum að tala þessi mál sko að hérna með húsnæðismálin sem að ekki nægilega oft talað það ég man ekki sko tölun á reiki, það eitthvað kringum 30% sem hafa farið í það einmitt að sko niðurgreiða húsnæði fyrir ákveðna hópa. Gott og vel, þú mátt vera þeirri skoðun. Þú mátt líka samt gera þig grein fyrir því að það hækkar fasteignaverð hjá öllum öðrum sem að þurfa að kaupa húsnæði. Og það náttúrulega alltaf verið sko með hlutdeildarlánin og önnur svona úrræði alltaf stórkostlega fáránleg aðgerð út af því að segjum sér svo að þú og hérna konaðinn eða þú og makiðinn eða hver sem vilji kaupa húsnæði. Þið reynið að keppast það að vinna sem mest til þess að hafa nægilega mikið fjármagn til þess að geta keypt þetta húsnæði.
Þið aftur á móti lendið í því að þið þá fallið utan þess hóp sem að getur fengið hlutdeildarlán sem eru miklu betri kjör heldur en aðrir geta fengið þrátt fyrir það að séu ákveðin varúðarmerki þegar þú átt bara 5% þinn íbúð en tökum það eftir smá. Ég er búinn að vera að vinna. Ég er með of háar tekjur til þess að geta fallið undir hlutdeildarlán þannig að ég þarf að safna mínum 20% til þess að geta keypt mitt húsnæði. Hins vegar ef ég er minna duglegur og ef ég legg minna til samfélags, ef ég legg minna til minna vinnu að þá er ég nægilega fátækur og með nægilega lélegar tekjur til þess að geta fengið hlutdeildarlán. Þetta náttúrulega riðlar öllu framboðs eftirspurnar málunum og þess vegna er svo fáránlegt þegar húsnæðismálaráðherra er að segja þannig að þetta sé ekki búið að grípa þá eftirspurn sem að fyrir er og þetta sé bara allt og dýrt og þið bjugguð til þetta vandamál út af því að Bjarg er búið að fá sérlóðir þar sem eru sér kaupsamningar, sér allt þar sem að þið eruð að klappa ykkur sjálfum að bakið fyrir það að vera góðar manneskjur undir þeim formerkjum að þið séu að láta húsnæði hendi. Ég held að séu færri íbúðir sem að svala eftirspurn markaðarins sem hafa verið byggðar út af þessum fáránlegu úrræðum. Svo eru náttúrulega bara ekki einu sinni innviðir eins og þið sjáuð í Gufunesinu þar sem að fólk þarf bara að hjóla upp eða eitthvað strætó náttúrulega gengur ekki þannig nema með miklu fátíðari ferðum. En þegar að við erum að tala það að við látum húsnæði af hendi sem að kostar minna heldur en að kosta að byggja það, náttúrulega út af opinberum gjöldum en líka bara út af því að allt er að verða dýrara, að þá þarf verktakinn að takast á við þann vanda með því að hækka húsnæðisverð á þann sem er búinn að vera að safna sér fyrir íbúð og því hvort það sé hlutdeildarlán eða ekki. Hann þarf að standa skil á því fjármagni sem að hann lagði inn í þetta pluss einhverja og þetta er endar ein önnur legasagan að hafa eitthvað upp úr því fyrir sjálfan sig þannig að hann geti notið ágóðans. Það er miklu minni krafa það að hagnast á húsnæði heldur en í öðrum geirum. Ég man ekki heldur sé 6-12% sem náttúrulega sveiflast eftir því hvernig gengur í hagkerfinu og öðru. Þetta er það sem að verktakar þiggja fyrir sína þjónustu. Samt erum við alltaf að kvarta við því náttúrulega að sé ekki nægt húsnæði og eitthvað þannig. Núna er búið að byggja hellingin á markaðinn og það eru, ég er búinn að heyra ýmsar tölur, 3.000, 4.000, allt upp í 5.000 íbúðir sem eru óseldar á þessum markaði. Fólk er ekki að mæta í opin hús og það er ákveðið högt. Á einhverju tímapunkti þá mun fasteignaverð náttúrulega að lækka út af þessu, út af því að það er náttúrulega búið að sprengja svolítið upp með allri afskiptaseminni hjá hinu opinbera. En athugið það líka að við getum alveg tekið líka fjármagnið út fyrir sviga út af því að óháð því hvort að peningunum sé best varið í X og Y að þá veldur þessi ýmis konar tregða sem ég er búinn að vera að fara yfir, opinber gjöld, félagslegt úrræði, hlutdeildarlán, það að vilja í rauninni ekki vera of tekjuhár út af því að þá getur ekki keypt húsnæði út af því að þú fellur ekki innan þeirra skilgreininga einhverja marxista það hver má eiga hvaða húsnæði, að þá erum við að riðla því hvernig hámarksnýting per fermeter er í samfélaginu. Við erum í rauninni að sjá til þess að bæði verður náttúrulega húsnæði betri fjárfestingavara sem að þýðir það að fólk hagnast á því að kaupa húsnæði, leigja það út og bíða eftir að fasteignaverð hækki. Þú þarft bara að láta leiguna sjálfa standa undir kostnaði af því að eiga húsnæði og þú getur gert ráð fyrir því að húsnæðisverð hækkar. Hvernig sköpum við þann veruleika að húsnæði verður ófýsileg fjárfestingavara? Það er það sem stjórnvöld ættu fyrst og fremst að vera einbeita sér að. En þau eru bara einbeita sér einhverju Airbnb-dæmi og fleira. Þú getur sett alls konar svona takmarkanir, en ef þú ert að takmarka það að fermetrafjöldin nýtist sem best, að þá muntu sjá til þess að fasteignaverð annarkvort stendur í stað eins og sakir standa í dag, eða jafnvel hækki. Þrátt fyrir það að taka einhverja smá dífu fyrst, en þá myndi það rjúka upp. Ég líkti þessu við það að þú ert að grípa í teygjubissu og ert að toga steinir lengra og lengra, en á einhverju tímapunkti þá myndi það að gefa eftir og þá mun fasteignaverð rjúka upp. Ég hef náttúrulega sagt
heyrt margt af þessu áður en mér þykir þetta bara svo skrítið á svo marga vegu. En hérna ETS-kerfið, út af því að við vorum að tala um orkumálin. Ég ætla aðeins að renna yfir. Það var alveg sérstakt sko, fullyrðingar um ETS-kerfið og strandsiglingar standast ekki. Hann sem mætti í hlaðvarpið í Eyjunni sem að Ólafur Arnarsson með, þar sem hann ræður oftast við þá sem eru svona í stjórn hverju sinni, nei ekki hverju sinni, hann aðalega við þessa ríkisstjórn, ætla ég nú að segja, út af því að hann mjög hlynntur þessari ríkisstjórn og það fer ekkert á milli mála. Það mjög fyndið að hlusta á þessi viðtöl út af því að þetta eins og eitthvað svona stalinist meðvirknist hjálega alltaf hjá honum. Það bara, ríkisstjórnin eru snillingar og allir sem að gagnrýna hana eru bara algjöri trúðar. En allavega, það stendur hérna, innanlandsflug hefur fallið undir evrópskt kerfi með losunarheimildir frá upphafi þvert á það sem starfshópur innviðaráðuneytisins strandsiglingar fullyrti. Ekki heldur nein heimild til þess að fella niður skuldbindingar vegna kerfisins á strandsiglingar eins og ráðherra hefur boðað. Og fyrir þá sem ekki þekkja þá þetta eins og segi, þá ETS-kerfið kerfi sem að sér til þess að ákveðnar svona losunar heimildir gróðurhúsalofttegunda eru, það er svona gjaldfært á þær og við erum undir þessu kerfi. Þetta Evrópusambandið, guði sé lof fyrir það, en hann sem sagt, það stendur hérna Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra sagðist ætla að beita sig fyrir því að gjöld á strandsiglingar undir svonefndu viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir ETS verði felld úr gildi eða felld niður. Það er að segja að strandsiglingar yrðu ekki fyrir þessum kvöðum sem að þetta kerfi byggir á. Innanlandsflug fellur hins vegar undir ETS-kerfið og hefur gert frá upphafi. Flugrekendur í atvinnurekstri falla undir kerfið af árlegri losun þeirra árleg losun þeirra nær 10.000 tonnum koltvísýringa á ári. Íslenskt innanlandsflug hefur gert það frá upphafi frá því að kerfinu var komið á. Og þannig hann sem að reyna að beita sig fyrir því að strandsiglingar sem eru strandveiði sjómenn séu ekki að falla undir þetta kerfi, en að innanlandsflug við höfum náttúrulega fengið sko undanþágur þangað til í ársbyrjun næsta ár sem bara eftir korter það að við þurfum ekki að greiða þetta ETS-kerfi. Samt sem áður Æsland að greiða einhverja, 4 milljarða eða eitthvað í losunarheimildir. Ég bara skil ekki alveg hvernig þetta fer heim og saman allt, en þetta ETS-kerfi náttúrulega alger della. Og sko ég ætla ekki að tala eitthvað sérstaklega strandveiðiheimildir, en áhugavert að Eyjólfur Ármannsson sé þarna að lofa strandveiðisjómönnum að þeir muni ekki þurfa að greiða þessi gjöld, en að það muni bara ekki standa skoðun. Í svona breiðari strókum þá langum við aðeins að halda áfram með ETS-kerfið og það stendur hérna í viðskiptablaðinu 28. febrúar 2026 að það 2 milljarða kostnaður sem fellur á íslensk fyrirtæki út af þessu ETS-kerfi. Og stendur hérna að ETS-kerfi svokallað hefur verið í gildi í 2 áratugi, en nú eru fyrirtæki byrjað að finna fyrir áhrifum þess af fullum þunga. Og skrifa hérna, hver þetta sem skrifar þetta? Það sem það kemur ekki fram. Fanndís Birna skrifar þetta. Viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir eða ETS-kerfi svokallaða hefur verið mikið til umræðu undanfarna vikur. ETS-kerfinu var fyrst komið á fót árið 2005. Á Íslandi hafa reglur ETS-kerfisins gilt fyrir flugrekendur frá 2012 og rekstraraðila í staðbundnum iðnaði frá árinu 2013 þegar álframleiðsla á járnblendi voru felld undir kerfið. Í kerfinu eru takmörk sett á heildarlosun fyrirtækja og þurfa þau að eiga heimildir fyrir allri sinni losun. Þannig að það ekki einu sinni hægt að greiða fyrir þetta stundum. Stundum bara bannað fyrir þig að vera að auka lífsgæði fólks með framleiðslu út af því að það verið að takast á við þennan loftslagsvanda, þrátt fyrir það að við séum með endurnýjanlega orku upp að 85% sem að engin önnur lönd eru með. Samt tökum við þátt. Og hvað þetta? Það er svo margt sko,
sem í íslensku samfélagi sem reyndar eins og þetta, sem svo fáránlegt að maður einhvern veginn trúir því ekki, og út af því að maður trúir því ekki þá einhvern veginn næri það ekki alveg nægilega miklum það næri ekki nægilega mikill athygli, bara þetta því að absúrdismin svo mikill eins og með þetta ETS-kerfi. Og það skrifa henni í greininni: undir lok síðasta ár skilaði Efla af sér skýrslu fyrir umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra samfélagsleg og efnahagsleg áhrif ETS-kerfisins. Samkvæmt skýrslunni var kostnaður íslenska fyrirtækja vegna kaupa losunarheimildum 5,5 milljarða árið 2024 en tekjur ríkisins sama ár af sölu úthlutaðra losunarheimilda 700 milljónir. Spár kostnað íslenska fyrirtækja gerir ráð fyrir því að hann verði tæplega 5 milljarðar árin 2025 og 2026, en margfaldist síðan árlega. Árið 2030 verði kostnaðurinn síðan í kringum 28 milljarða. Hvernig heldur þetta vatni, hvernig getum við verið í þessum veruleika? Þetta svona, eins og ég var að segja áðan, sko. Þetta svona það galið að maður einhvern veginn trúir því ekki, og þá ger ég líka ráð fyrir því að það sé erfitt að telja öðrum í trúum þetta. Eigum við að færast nær þessu sambandi? Þú veist, þá ég að tala sko, reyndar sem að mér finnst náttúrulega bara vera stærsta breytan að þeir segja að regluverki sitt sé þannig lélegt að það búið að reka það úr allri samkeppni við heiminn. Það að segja Evrópu og Evrópusambandið og Evrópusambandslöndin. Þau eru búin að detta úr allri samkeppni út af því regluverka fargani sem að þeir hafa sett á laggirnar. Þeir reynda að telja að lausnin við því sé ennþá meira regluverk, en þetta svo fyndið sko út af því að salan á Evrópusambandinu hefur alltaf verið, viljum við ekki straumlínulega kerfið með því að taka sama regluverk upp, og ég hugsa með mér, er það að tala sama regluverk og þeir segja að sé búið að sjá til þess að þeir eru múin að falla úr allir samkeppni. Er það það kerfi? Aðeins, ég glemdi að setja ég ætla að hafa þetta með. Glemdi að setja tölvuna í samband hérna, hún að vera batteríslaus. En allavega, sko, og eins og ég segi, ætlum við að fara að taka þátt í því að vera með sama kerfi þegar að þeir sjálfir segja að það sé ástæðan fyrir því að þeir eru ekki í samkeppni. Hvernig dettur okkur það í hug? Hvernig getur það verið gott? Og hver sala þeirra sem eru svona Evrópusambands sinna megin? Ég fæ ekkert borgað af einhverjum Rússum eða eitthvað þannig. Hins vegar ef þið heyrið einhverjum Rússa sem eitthvað ánægð með mig, þá með ég bara senda honum reikningsupplýsingarna. Það lýsing og svo þetta. Það enginn sem að greiða mig fyrir það að vera eitthvað á móti ESB. En sko, þeir sem hafa kíkt í pakkan sem að ég hef gert, sjá það að það ævintýralega heimskulegt að fara í Evrópusambandið í dag. Ég veit ég hef orðað þetta nákvæmlega svona áður, en ég bara þreytist ekki á að segja þetta. Og þetta sem kannski best við þetta að maður verður sífellt sannfærðari eftir því sem maður kíkir betur í pakkan, eftir því sem maður tekur upp fleiri gjafir Evrópusambandsins, að þá sér maður þetta bara ennþá betur. Og einn af þeim sem hefur einmitt verið að tala svona á þessum nótum Ólafur Ragnar Grímsson, sem náttúrulega fyrrum forseti Íslands, núna í Arctic Circle málum, setti það, ef ég að muna rétt, svona það bil á laggirnar. Hann búinn að vera að tala Evrópusambandið og svona ákveðin fáránleika varðar það hvernig þeir eru að haga sínum málum í sífellt meira mæli. Og hann og því eins og ég sjáu hérna, þá hann alltaf að tala þetta. Hann var sérstaklega að tala sko fiskveiðimálin. Og núna svona Evrópusambandssinnar að hýja á þá sem eru á móti þessu með því að segja að það sé orðið stórkostlega fréttir að fishery kommissar segir að það sé undanþágur í boði fyrir Ísland varðar fiskimiðin. Nú hugsaði með mér, ok, en þetta varanlegar undanþágur? Það skiptir engu máli
meina við vissum það fyrir löngu síðan að það væru undanþágur þegar að fólk væri eða þegar lönd væru að reyna að komast inn í sambandið út af því að það ákveðið aðlögunarferli, en það eitthvað sem að fellur niður eftir ákveðin tíma. Ég vil heyra orðið varanlegar undanþágur áður en að við förum, sko, reyndar náttúrulega, það ævintýralega heimskulegt að fara inn í Evrópusambandið þrátt fyrir það að við fengjum undanþágur, einfaldlega út af því að þeir eru búin að viðurkenna að það regluverk sem að við erum að reyna að komast undir búið að taka þá úr sambandi að varða allar samkeppni. En, segjum svo að þið eru ekki sannfærðir þau rök. Ekki láta plata ykkur með því að láta segja ykkur að það séu undanþágur sem að duga til þess að við myndum vilja ganga þannig inn varðar okkar fiskimið. Það má koma hérna og drulla yfir Þorstein Má, það má drulla yfir Guðmundi Brím, það má drulla yfir Heiðrúnu Lind, það má drulla yfir alla þessa aðila, það má tala það hvað þetta ósanngjarnt, það má horfa á verbúðina og drulla yfir það hvernig þessu var háttað, guggan orðin gul eða hvað sem þetta heitir nú allt, alveg bara frábært, þið með drulla yfir þetta kerfi, þetta eru örugglega bara einhverju oligarkar og þetta allt hræðilegt og allt sem að var í Berlingske var bara rétt. Ég enda til ekki svo að vera og ég tel ekki að þetta fólk sé einhverju skítalar, en það má hafa það sjónarmið. Hins vegar þá þarf fólk að gera sér grein fyrir því að svo spilling sem myndi fylgja því að fara inn í þetta samband þið margföld á við það sem að gengur og gerist innan Evrópusambandsins. Eins og það hefur bara komið mjög fram, jafnvel í svona óformlegum viðtölum við þá sem þar starfa. Við yrðum ekki betur sett með fiskimiðan okkar í erlendum ríkjum þar sem að skattgreiðslur af þeim iðnaði myndi líklega fara beint til einhver annara landa út af því að þeir myndu geta keypt af okkur fiskimiðin. Eða það að segja kvótan og fiskimiðin náttúrulega í heild sinni. Ég segi, þið með drulla yfir allt þetta lið og segja að þetta sé algerlega óforskammað lið sem hefur ekki verið að greiða sanngjarna hlutdeild í sameiginlega sjóði. Flott, ég ekki alveg sammála, ég held til að það sé töluvert flóknara það. Það eflaust eitthvað sem hefur misfarist og eflaust einhver spilling og eitthvað sem betur hefði mátt fara. Hins vegar þá gufuruglað að ætla að fara að setja þetta yfir til Evrópusambandsins til að laga það. Það bara að heldur engu vatni. En allavega, Ólafur Ragnar skrifar hérna: In the light of today's Financial Times article, how can Iceland negotiate exceptions from the EU fisheries policies when a top diplomat says I haven't met anyone in Brussels who truly understands them? Og þannig hann að benda það að núna þegar það verið að tala undanþágur að þá, eins og ég var að segja núna rétt í þessu, þá eru svo fáir sem að skilja þetta og ekki heldur þeir sem eru innan Evrópusambandsins. Þannig að þú veist, það svo margt á reiki og það svo margt í háa loft að það ætla að fara inn í Evrópusambandið. Ég veit það ekki, sko. Eins og segi, ég ekkert, ég bara beita mig fyrir þessu út af því að ég á afkvæmi sem ég langar ekki að þurfa að búa við verri lífskjör í kjölfarið. Og ég tel að lífskjör muni koma til með að verða verri ef við myndum ganga í Evrópusambandið. Nei, það enginn að borga mig fyrir þetta. Nei, það enginn að segja mér að segja þetta. Mér alveg sama, enginn af sponsornum mínum segja mér að segja nokkur skapaðan hlut. Þið með alveg fara í einhverjar bollaleggingar. Ég sá daginn að ég var greiddur af Ísrael og ég segi bara, heyrðu, ef að Ísrael heyrir í ykkur og ætlar að að segjast vilja vera ánægð með minn málflutning, þá með ég bara senda þeim reynsupplýsingarnar. Með líka senda palestínumönnum ef þeir eru ánægð með minn málflutning, þá með ég endilega senda þeim líka upplýsingarnar. Mér alveg sama. Mér alveg sama með þetta allt. Ég bara að hugsa þau lífskjör sem munu koma til með að vera á Íslandi. En heyri, aðeins áður en að við höldum áfram, þá var svolítið áhugavert. Þetta er svolítið petty, sko. Halla Gunnarsdóttir og Sólveig Jónsdóttir eru að rífast og þið sjá líður eins og að Sólveig sé pólitískur eldirhellir. Halla Gunnarsdóttir formanni VR og þetta á Morgunblaðinu og það er ekki bara ritstjórnin sem skrifar þetta.
Halla Gunnarsdóttir formanni VFR segist henni líða eins og Sólveig Anna formaður Eflingar sé pólitískur eldirhellir hennar. Hún segist ekki hafa tölu á þeim Facebook-færslum og fjölmiðlaviðtölum sem að Sólveig fer í, þar sem hún fjallar Höllu. Hún hefur skammast yfir því sem ég segi, yfir því hvað ég segi ekki, yfir því hvernig hún segir að ég hafi einhver tímann sagt og það iðulega ranglega að fara með og yfir sjónarmiðum jafnvel hvötum sem hún gerir mér upp. Skrifar Halla í færslu á Facebook sem að hún svarar færslu Sólveigar launahækkun þeirra fyrirnefndu. Greint var frá því nýlega að heildarlaun Höllu hefðu hækkað tæpar 200.000 krónur eftir að tillaga launanefndar félagsins var samþykkt hjá stjórn. Halla segir að í grunninn vilji Sólveig ekki að hún tjái sig mál félagsfólk verkalýðshreyfingarinnar. Eitt skýrasta dæmið þetta eru ítrekkaðar athugasemdir hennar að ég hafi nálgast umræðu þjónustuskerðingar og gjaldskrárhækkanir í leikskólum út frá vinnandi foreldrum sem eru félagsfólk í VFR en ekki út af þeim hluta félagsfólks Eflingar sem að starfar í leikskóla og samþykkt nálgun formannsins í málaflokknum. Og þannig náttúrulega laun Höllu Gunnarsdóttir eru að hækka einhverja 500.000 ef ég var að skilja þetta rétt og Sólveig Anna segir að þetta sé taktlaust. Það virðist vera líka ákveðin svona persónulegt vandetta í garð Höllu. Sólveig Anna hefur náttúrulega farið svolítið gegn woke-inu, Halla Gunnarsdóttir hefur svolítið verið svona woke megin en mér finnst svona Sólveig Anna ganga full hart fram í þessu það eru að rífast í gegnum Facebook og sjá verst að vera sökuð karlalæga átakasækni. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar telur Höllu Gunnarsdóttir formann VFR miskilja hvað felist í starfi varaforseta Alþýðusambands Íslands og orð hennar skiljist sem svo að henni þykir starfið ómerkilegt og gagnslaust. Sólveig segist hafa verið sökuð ýmsa glæpi af Höllu og vinkonum hennar en verst þykir henni að vera sökuð að stunda karlalæga átakasækni. Þetta er mjög áhugavert bara út að við erum að fara í kjarasamninga eftir ekki svo marga daga, það er að segja 1. september, 2 dögum eftir að við göngum til kosningar til aðlögunar viðræðina af ESB en það eru að takast á þarna og ég hugsa með mér er þetta betra fyrir Bjarna Ben er náttúrulega núna framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins þegar hann fer að tekst á við þær. Verður þetta betra fyrir hann? Verður þetta erfiðara? Maður gerir sér ekki alveg grein fyrir því en verkalýðsforystan mun allavega ekki ganga samstillt inn á kjarasamningsborði. Sólveig Anna er náttúrulega líka að skapa ákveðin aðgreininga ég tel út af því að hún telur sína félagsmenn ekki hafa fengið nægilega stóra hlutdeild af heildarkökunni. Heldur eru svona ákveðinar elítu stjettir með 1500 kall á mánuði og ákveðin ákvæði það að geta farið í kulnun hvenær sem þau listir. Það hefur verið ég held að þessi horn í síðu hún hefur haft horn í síðu, Sólveig Anna hefur haft horn í síðu á þessum sjónarmiðum og ég tel það alveg vera rétt ég held að hún sé að berjast fyrir þeim hópum sem að hafa ekki aðgengi að slíkum gæðum og kjarabótum eins og kulnun og annað þar sem að oft á tíðum skrifstofustörfin eru að njóta ágóða af því að geta sleppt í að vinna töluvert meira heldur en til dæmis erlendir aðilar sem að annarkvort hafa ekki vitneskju þetta eða er bara svona viðurkennt af vinnustaðnum að sé ekki í boði. Þetta er svona svolítið bara áhugavert en til að ljúka þessu ég eins og segi, ég er að hlaupa stikla svolítið á stóru, ég ætla nefnilega að reyna að hafa þetta ekkert of langt en ég ætla að ljúka þessu á það er grein í Heimildinni eftir Aðalsteinn Kjartansson segi ég þar sem að það sem stendur og þetta er efst á fyrirsögnin algjör viðsnúningur á afstöðu til efnahagsmála. Meirihluti íslensku þjóðarinnar telur efnahagsstöðuna á Íslandi slæma. Aðeins í efstu aldurshópunum eru fleiri sem telur stöðuna góða, ýmist teiknar á lofti sem getur skýrt þessa afstöðu en verðbólga, vextir og atvinnuleysi er á uppleið á sama tíma og fasteignamarkaður nálgast frostmark. Og þetta er það sama ég var að tala bara áðan það er svo margt í þessu sem að
bara svo ótrúlega sérkennilegt og líka ákveðið högt í umræðunum eins og mér langar að ræða við Hörð og Konráð Guðjónsson á eftir, en það þáttur sem kemur út, ég veit ekki, sunnudaginn eða eitthvað svoleiðis, en það bara áhugavert að pæla í þessu, en höldum að áfram með þessa grein. Rúmlega helmingur Íslendinga telur efnahagsstöðuna slæma. Viðsnúningur hefur orðið á afstöðu þjóðarinnar á skömmum tíma. Þetta kemur fram í niðurstöðum nýrrar könnunar Maskínu. Alls telja 55% þjóðarinnar efnahagsstöðuna slæma, en í apríl fyrir ári síðan var hlutfallið 38% og athugið það að þetta mun koma til með að versna mjög hratt. Meðal fólks á 40 og 50 aldri telja 60% stöðuna slæma. Eldri aldurshópar í könnuninni, sérstaklega 70 ára eldri, eru mun jákvæðari. Sá hópur samkvæmt opinberum gögnum líklegri til þess að eiga húsnæði, skulda minna og eiga meira eigið fé sem hann getur ávaxtað í hávaxta umhverfi sem nú er. Viðhorf þjóðarinnar til efnahagsstöðunnar virðist haldast í hendur við þróun vaxta og verðbólgu. Þegar vextir eru niðurleið var þjóðin bjartsýn, en nú þegar vextir og verðbólga eru aftur á uppleið hefur viðhorfið núna snúist við. Og þið sjáið hérna, þið sem eru að horfa, sjáið áhugaverða mynd þar sem farið yfir hvenær fólk hefur talið efnahagsstöðuna góða eða slæma, og þetta sem sagt að ég tel að fólk telja hana góða, og ára 2023 og 2024 þá taldi fólk hana almennt séð slæma, en svo tekur hún risastökk hana 2025. Hvenar það nákvæmlega og hvenar spurt alveg, það í apríl hvert ár, og þannig náttúrulega ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir búin að taka við, og þá telur 63% að þetta sé að koma til með að skána. Sem ég þótti líka alveg áhugavert að árið 2020 þá töldu 56%, og þetta þannig í upphafi COVID, mun eftir því að upphafi COVID var þannig í mars-apríl 2020 að 56% töldu hana að slæma, en þegar eina ári síðar þegar við erum búin að vera í COVID ástandi að þá fór þetta upp í 64%. Það var náttúrulega bara að við deldum 400 milljörðum inn á kólnandi hagkerfi eins og einhverjir trúðar, en mér finnst þetta bara áhugavert graf, en eins og þið sjáu hérna 2025 þá var þetta 63%, en farið núna niður í 45% eins og staðan í dag, og mér þykir það alveg ótrúlega hátt með við það í hvaða stöðum við erum. Ég trúi eiginlega ekki að 45% telji efnahagsstöðuna að vera góða, því að ég myndi jafnvel ganga svo langt að sú greining sé bara röng. Það bara ekki rétt að hún sé góð. Það er ekki rétt hjá þessum 45% að hún sé góð, því að eins og ég er búin að vera að fara yfir hérna, þá erum við að fara að sjá fram á versnandi horfur fljótt, svo ég segi það nú bara. En hérna, ég ætla ekki að hafa þetta lengri í dag. Mér þótti að ganga ágætlega. Partus.is/einpæling eða þið viljið fá allt efni hlaðvarpsins viku undan öðrum og án auglýsinga. Þessi live þættir eru náttúrulega bara eðli máls samkvæmt ekki með auglýsingum og þannig, en þið með endilega, ef ykkur líkar við þetta efni, þá með þið líka styrkja við það. Ég mun vera með símatíma, ég kom með númer og ég ætla að vera búinn að sjá til þess að ég geti tekið live hérna, vera búinn að græja þetta með beinin og svona. Ég veit ekki alveg hvernig ég gerði þetta með internetið, en ég hef viku til að græja það, þannig að ég verð búinn að því. Þannig ég sé ykkur föstudaginn 1. maí, þá með ég endilega hringja inn. Ég er pínu spenntur fyrir svona símatíma dæmi. Kannski verður það bara ömurlegt samt og ég hætti. Við sjáum bara til. En heyri, að það stórkostlega gott helgina. Takk fyrir að hlusta og þangað til næst.